Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að færa okkur yfir á menningarlegar nótur því á morgun, laugardaginn 25. september, opnar sýningin Vísitasíur í Listasafninu á Akureyri. Það eru Mark Wilson og Bryndís Snæbjörnsdóttir sem þar sýna og hingað til mín eru komin Bryndís Snæbjörnsdóttir, annar listamannanna, og Æsa Sigurjónsdóttir, sýningarstjóri sýningarinnar. Verið hjartalega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir það. Takk. Þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi að opna nýja sýningu og fyrsta spurningin hlýtur að vera bara Vísitasíur, hvað er verið að sýna? Já, þetta er sko verkefni sem við erum búin að vera að vinna að í svolítið langan tíma. Þetta er reyndar svona þverfaglegt rannsóknarverkefni. Þetta snýst í sýningin sjálf, hún er byggð á því að við vorum að skoða komur hvítabjarna til Íslands frá 1880 fram til 2016. Og við erum svona svolítið sem listamenn að skoða það hvað skeður þegar þeir koma að landi. Við vitum náttúrulega að þeir eru allir drepnir, sem er náttúrulega, já, það er bara þannig, verður að vera svoleiðis. En við erum svona að hugsa, ykkur kannski, það sem við erum kannski að reyna með sýningunni er svona að sjá svolítið, getum við hugsað þetta einhvern veginn öðruvísi? Ykkur aðri möguleika? Nú er þetta dýr svolítið í útrýmingahættu og kemur kannski ekki til með að vera okkar meðal í svo mörg ár. Þannig að við svona veltum fyrir okkur þáttum eins og gestrisni. Getum við verið aðeins meira gestrisni, hvítabjarni, það möguleiki. En við erum þarna að sýna verk sem eru í blönduðu efni. Það eru bæði vídeó, hljóð, skúlptúrar og teikningar og grafíkmyndir sem eru þarna. Já, þannig að þetta er mjög svona fjölbreytt og þá hlýtur maður að spyrja sig hvernig fer maður að því að miðla þessu öllu og setja þetta saman. Hvernig er að raða saman svona sýningu, Æsa? Það er náttúrulega áskorun og það er mjög skemmtilegt og eins og Bryndís þá nefndi, þá er þetta svona svolítið langtíma verkefni og við höfum nú vinnið saman áður og þannig að við höfum átt í svolítið löngu samtali það hvernig sýningin muni taka sig út í lokin. Og þess vegna eru til dæmis mjög mörg verk sem hafa verið framleidd beinlínis fyrir þessa sýningu af því að verkin eru hluti af þessu rannsóknarverkefni sem að Bryndís talaði Og það er þetta þverfaglega samtal sem er eitt af einkennum þessara rannsóknarmyndlistar. Og það er kannski það sem er svona nýstárlegt. Vissulega hefur þessi rannsóknarlist, hún á alveg langa fortíð, listsögulega fortíð en ég held að þetta sé samt svolítið nýstárlegt í íslensku samhengi og þá sérstaklega inni á svona, svona listasafni, svona frekar nýstárlegu leið, dálítið hefðbundnu listasafni eins og listasafnið á Akureyri því að það sinnir bæði listasögunni og líka því sem er að gerast í samtímanum. Já, einmitt. Og titillinn, þessar nafnsýningarnar er náttúrulega skemmtilega margslungið út frá þessu sem þú nefnir með gestrisnina og það setur það einhvern veginn alveg nýtt samhengi, Og eins að þetta er náttúrulega svona pínu fræðilegt orð að tala Vísitasíu. Já, við reyndar á ensku þá höfum við verið með verkefni bæði á ensku og íslensku og þá höfum við talað visitations. En svo fannst okkur þetta orð Vísitasíur, þetta er svona svolítið tengt, er eitthvað ákveðin formleg heiti yfir þessu, ekki rétt hjá mér. Já, sýningin hún opnar sem sagt núna á morgun laugardag og ég veit að þú, Æsa, þú ætlar að vera með samtal við Mark Wilson klukkan 4 á morgun laugardag sýninguna, væntanlega. Já. Og svo stóra spurningin, hvað stendur sýningin lengi svona fyrir áhuga sama? Já, það er nú alveg tími til að fara að sjá því að hún er hún komin niður 16. janúar á næsta ári. Þannig hún er hérna alveg allt haustið og inn í veturinn. Og svo ætlaði ég kannski bara að vera gaman að minnast á það að það er við að vera með smá fyrirlestur verkefni sjálft þarna á þriðjudaginn klukkan 5 í safninu. Einmitt. Þannig að það er bæði hægt að mæta á spjallið ykkar Marks á laugardaginn klukkan 4 og eins á fyrirlesturinn klukkan 5 á þriðjudaginn hjá þér og svo bara þetta að mæta á sýninguna og spekulera í þessu öllu
saman. Já, og svo reyndar sko í nóvember að því hluti af þessu verkefni þá líka kemur inn þjóðfræði og það getur vel verið að fólk hafi virkilega gaman að því. Þá kemur Kristinn Schram sem þjóðfræðingur og hann með fyrirlestur, ég held að sé 2. nóvember, þar sem hann ætlar að fjalla svona sögur, þjóðsögur sem tengjast hvítabjörnum. Og það mikið af því sem tengt hérna inn í norður hluta Íslands, þannig að fólk hefur kannski áhuga á því líka. Frábært, ekki spurning. Þetta gríðarlega spennandi. Ég hlakka til að koma og sjá. Bara takk fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir að hafa okkur. En það eru fleiri sýningar sem opna í listasafninu núna helgina. Ann-Noel opnar teikn og tákn og hingað til mín komin Guðrún Pálína Guðmundsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk. Hvað geturðu sagt mér þessa sýningu, teikn og tákn? Já, það er margt að segja þessa sýningu. Ann-Noel eiginlega eina fáum eftirlifandi Fluxuslistamönnum og Fluxuslisthreyfingin var sambland af skáldum, myndlistamönnum, gjörningalistamönnum og víðum heim, en hann nú nefnt eiginmaður hennar Ann-Noel Emmett Williams sem einn af stofnendum, kannski voru eitthvað fleiri. Þessi hreyfing verður 60 næsta ár og þá verður stór sýning í Sviss, en þá á að varpa ljósi á konurnar í Fluxushreyfingunni af því að þær gleymdust svo mikið þó þær væri mjög virkar, af því að mennirnir fengu miklu meiri athygli og tækifæri. Þannig að nú þessi hreyfing algjörlega í takt við tímann. Einmitt að skoða það. Já. Og listasafni hér þá í fararbroddi í rauninni þá með að taka þetta upp núna. Já. Og það sem ég fannst svo áhugavert þegar ég fór að vinna í þessari sýningu, það fyrir ég náttúrulega safnakennari líka og alltaf að hugsa hvernig að miðla og hvað áhugavert fyrir þau sem kom í safnfræðslu og eitthvað svona. Og mér fannst svo áhugavert líka bæði náttúrulega þessi alþjóðlegt fræga listhreyfing og mér fannst svo áhugavert þetta með tungumálið og myndlistina. Þetta ofsalega litrík og falleg sýning en hluti af Fluxus hreyfingunni voru sem sagt þessi konkrét poesi eða sem þýtt myndljóð á íslensku. Já. Við verðum svo með málþing Ann-Noel og Fluxus, mest Ann-Noel samt, á sunnudaginn klukkan 3 og því verður streymt og svo sýnt á heimasíðunni hjá okkur. Þannig að allir eru velkomnir að koma. Þetta fer fram á ensku en þeir sem sitja heima og vilja fylgjast með. Þeir geta fengið link og tengst þannig og síðan séð þetta seinna af því að það er ekki síður erlendis áhugi fyrir þessu heldur en hér heima. En okkar frægasti Fluxuslistamæðurinn og held ég geti sagt Magnús Pálsson og svo verður Ann-Noel með listamannaspjall klukkan 5, 30. september og allir velkomnir á það í listasafninu. Já. Af því ég nú hér þá ætlum ég líka vekja athygli á af því ég nú í fræðslunni að Heiða Björk sem einnig með mér í fræðslustarfinu, hún hefur verið að gera rafrænar smiðjur fyrir fjölskyldur og það hægt að finna það á heimasíðunni okkar og líka á Facebook síðunni okkar, listasafnið, það stendur skapa saman. Þannig að bara endilega skoða það. Já, að gera. Það er nóg að vera alltaf á safninu. Já, en ég ætla að nefna aðeins með sýningu Ann og hún er mjög hrifin af því sem er lítið og að stækka það upp. Þarna sér maður botn á vínflöskum. Maður áttar sig nú ekki alveg á hvað það er fyrir maður veit það. Hún hefur stækkað upp og það eru mjög litríkar myndir og menn geta svolítið séð eins og felumyndir. Og hún var að hugsa svona karakter þeirra sem eiga vínflöskurnar. Ég hef aldrei hugsað mér þetta sem myndefni. Nei. En þarna séu þetta algjörlega nýju ljósi. Síðan er stór mynd á einum vegg sem eru ofboðslega margar gerðir af bókstafnum I. Og við þekkjum það náttúrulega sem tákn fyrir information. Já. En þetta er náttúrulega á ensku I. Og henni ofbauð, hún er bresk upphaflega, bjó nú í
Ameríku, gift Amerikana og svo bjugguði mjög lengi í Berlín, alveg frá 1980 minni mig. Að þegar hún kemur til Ameríku þá var alltaf I did this, I am doing this, I am. Og þá gerði hún þetta verk. Þannig að hún sækir innblásturinn í það. Já. Hvað Já. stendur sýningin lengi svona rétt í lokinu þegar Til- tíminn er að hlaupa frá Já, til 16. janúar. til 16. janúar. Þannig við hvetjum auðvitað bara alla til þess Já. að mæta. Þetta er gríðarlega spennandi og mikið dýrðir greinilega í safninu. Bara kærar þakkir Takk fyrir. Guðrún Pálína fyrir að koma hérna til mín. Alltaf gaman að fá þig. Takk, alltaf gaman að koma til þín.